Góða kvöldi. Góða kvöldi. Halló. Ég veit ekki geti gert betur. Gott að sjá ykkur. Verið velkomin á samkomu í United Reykjavík. Ég fekk það kveðju fyrir samkomu, þar sem það samkoma United Reykjavík samkoma í beinni á Ísafirði. Þannig að við segjum bara hæ Ísafjörður. Takk fyrir að vera með okkur. Við erum með ykkur. Þannig að já, bara endilega syngiði með. Ég veit þið eru með lagalistan, þannig að bara hlakka til að loka með ykkur. Og þið hérna inni, ætlaðu ekki að loka með okkur í kvöld? Ætlaðu ekki að fara alla leið með Guð í kvöld? Alla leið. Amen, við skulum rísa á fætur. Við skulum byrja á því að biðja. Heilagi Far, ég þakka þér fyrir þennan dag, ég þakka þér fyrir það tækifæri að fá að koma saman hér í húsi þínu og lofa nafni þitt og lyfta þér hátt, Drottinn. Heilagi Far, við bara beinum sjónum okkar að hásæti þínu, Drottinn. Viltu bara mæta einum og sérgrum sem hér í kvöld. Í Jesú nafni. Amen. Praise when
velkomin á samkomu United, gaman að sjá okkur mörg hér í kvöld, við ætlum að eiga yndislegt kvöld saman, bestu lofgjörð í bænum og gaman að heyra Ísfirðingunum sem að horfa með okkur. Vá, hvað það geggjað. Og ég ætla að byrja á því að biðja fyrir bænarefnunum og það alltaf ykkur bænarefni, við gerum rísöll og fætur og biðja saman, það svo gott að biðja saman og við fáum alltaf sendin ykkur bænarefni, við þurfum að biðja fyrir fjölskyldum, það mikið sorg á mörgum stöðum núna. Bæði þessi slys sem hafa orðið, þessi hræðilegu slys, biðja fyrir þeim fjölskyldum. Fólk sem að berjast við Bakkus sem á að vera undir fótunum á okkur en ekki stjórna líf okkar. En Guð engin hlutur megn. Það gott að geta hvílt í faðmi hans þegar við erum að syrgja og berjast. En við þurfum að leggja allt í fangið á honum, allt sama hvað það Og við skulum biðja saman. Drotti minn, við þökkum þér fyrir náðinn og miskunn, við þökkum þér fyrir hversu yndislegur og góð þú ert, drottinn. Faðir minn, bara leggja þessi bænarefni sem okkur vorist inn. Allar þessar fjölskyldur sem núna í sorg, drottinn, gefðu mig bara hvíla í skugga vængja þinna, drottinn minn. Ég þakka þér fyrir huggun sem það, drottinn. Ég þakka þér fyrir, drottinn, að þú grípur inn í líf þeirra, drottinn. Ég biðja fyrir öllum þeim sem eru að berjast við alkohóli, þeir sem hafa verið að falla, drottinn minn, þú þekkir þessa einstaklinga, faðir minn. Og margir að þekkja þig, drottinn, og ég biðja bara, faðir, þú megi bara snerta við lífið þeirra núna. Beygja niður til þeirra, drottinn, og snerta við lífið þeirra. Gefa þeim að sjá ljósið að nýju, gefa þeim að sjá frelsið og lífið að nýju, drottinn minn. Og þakka fyrir öll þau kraftverk sem eru hér inni í dag, drottinn. Fólk sem hafði enga trú, get ekki, kann ekki, skil ekki, veit ekki, mun aldrei geta í raumingi. Orð sem við erum búin að segja inn í líf okkar allt og lengi, drottinn. En þú hefur sýnt okkur það ekki svo. Að þeir sem á þig treysta og trúa engin hlutur megn, drottinn. Þú kemur með lækningu, þú kemur með lausnin í líf okkar og við þökkum fyrir öll þau líf sem eru hér inni í dag, drottinn, sem eru vitnisburður hversu yndislegur og góð þú ert og kraftaverk eins og hún gerir í líf okkar. Við leggjum líka bænarefni eins og sérhvað sem hér inni. Öll erum við með eitthvað á hjarta okkar, eitthvað sem við þráum. Stundum þessi hljóðláta bæn sem kannski bara í hugsunni en fatt í hjartanu. En svo segir að ef við vörpum þessum hlutnindi þín þá mun þinn friður sem aðri öllum skilningi varðveita hjarta okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Og við þökkum fyrir drottinn út alltaf til staðar fyrir okkur í Jesú nafni. Amen. Amen. Svo ætlum við að taka samskott, gott að gefa Guðs ríkið, gott að geta hjálpað öðrum vera til staðar fyrir aðra, láta föturnar ganga örugglega og hafa voru að pósi að naftast og tökum þátt í því. Mér langar líka bara minnst eitt hluti viðbóta því að ég tala mjög mikið það þegar ég að tala hér og þar sem ég tala að líf okkar getur aldrei bara byggst á einni samkomu hér á mánudagskvöldum eða hvort sem við ykkur í kirkju á sunnudögum að við þurfum meira, við þurfum að eiga þetta daglega samfélagi Guð og við þurfum að læra að þekkja Guð til þess að við getum staðið þegar mótbyrinn kemur og það svo mikið í gangi í dag, það ótrúlega mikið sem þetta að veljum í dag bæði á Facebook og síðan hefur hann Björn Ingi sem talar oft hjá okkur hérna sem á Kríunes hérna upp við Elliðavatn, þar til þess kennsla alla laugardag klukkan 1 og eitthvað smá snarl sem að fær með og þeir voru síðast að kenna sem sagt gamli sáttmáli versus nýji sáttmálin og svo leyndardóm fyrirgefningar. Þetta ekki allt akkurat það sem við þurfum á að halda? Og það næsta laugardag klukkan 1 líka og ég hvet ykkur til þess að fara og leita ykkur eftir því sem ég gera. Föstudagskvöldum með langar fór út á götuna, Linda, ég veit ekki hvort hún komin, Linda með alltaf á föstudagskvöldum niður í bæ og þú hvet ykkur til þess að taka þátt í þessu. Það svo gott og það svo gaman og uppörvandi og gefur styrkin í líf okkar og hjálpar okkur að taka næstu skref. Því við þurfum á því að halda að taka næstu skref. Við skulum ekki dvelja bara í forgörðum, heldur við skulum fara inn fyrir, við skulum opna hurðina, inn í þjónustan okkar, allt það sem Guð fyrir okkur og ætlar fyrir okkur. Það fullt af fólki hérna úti sem út að þjást ennþá. Það fólk sem þú þekkir og það fólk sem þú þekkir persónulega og settu ábyrgðin á þig svolítið í því. Biddu Guð að gefa þér þessa angi sem hann gaf mér hérna í hjartað fyrir þeim sem út og ennþá að þjást. Getur verið erfitt? Já, þetta getur verið ógeðslega erfitt oft. En við getum ekki losna við það að því við getum ekki hort upp á fólk vera að kveljast. Við erum búin að vera þarna sjálf og við óskum engum að vera þar. Og ég hvet ykkur til þess að gera það. Ég alveg að tala, það svo mikið að við finnum okkur eitthvað 1-2 til þess að biðja fyrir. Biðjum Guð að leiða þetta fólk í veg fyrir okkur þannig að við getum vitnað hver Guð og hvað hann hefur gert í okkar lífi. Það margir sem eru hér inni og fólk sem kringu það sem ennþá í neyslu sem veit hvað það sem gerðist í þínu lífi.
hvernig Guð kom inn í lífið og við þurfum að hjálpa þeim að opna leiðina, skipa okkur í skarði fyrir að biðja í þeirra stað. Það mikilvægast í hlutinu. Við ætlum að eiga yndislegt kvöld í kvöld og ég hvet ykkur til að taka þátt í lofgjörninni og ég alveg óbóðslega spenntur að heyra í Laufey yndislega, hún ætlar að tala til okkur í kvöld og ég hvet ykkur að sitja kjör og hlusta, ekki fara að vaða upp og fara. Amen. Hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segir Jesús. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús, satt að böl sem brotið ég lýsi yfir von og ný frelsi, segir Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggann, þú Guðs son. Ég vil fá að nefna nafnið Jesús, yfir það sem óttinn lamar að, við hvern hann sem að byrnar ber og þungar, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggann, þú Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggann, þú Guðs son. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkri og alla okkar vá. Yfir alla vini ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkri og alla
hver kraftur þitt nafn ofar öllu þitt nafn það æðsta þitt nafn það mesta þitt nafn það ofar öllu allt vald, tign og máttur hver staða og hver kraftur þitt nafn það ofar
syngur himins heil. Helgu, allt sem skapaði. Helgu, hátt upp hafin öll. Helgu, helgur eilíf. Heyrðu lofsönginn, heyrðu lofsönginn. Helgu, hillum konungi. Helgu, þú aldir ert. Helgur, helgur eilíf. Þú aldir ert. Helgur, helgur eilíf. Frelsara á ég og vinum eilíf. Hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum. Hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf Jesús. Ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Ekkert annað í þessum heimi sem fangar mína sál. Lausnargjaldið varir eilíf. Nú frelsarinn býr á. Eina sem ég þarf Jesús. Ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Eina sem ég þarf Jesús. Ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von.
I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song was dead, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. So all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, of nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. And I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, oh, come on, my son, don't you get shouty, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Sing it, my son. Come on, my son, oh, don't you get shouty, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shouty, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hey!
except for the heart singing hallelujah, Halleluja. Takk, Jesus. Finnast til að biðja með mér hans á gítarinn. Biðja eins og gerðir í gær. Má ég biðja? Ná. Takk, Jesus. Á gítarinn. Ég er bara uppgötaði í gær þegar ég var að hlusta á hann spila á gítarinn. Að hann var bæn í því. Það er nefnilega, við erum öll með einhverja hæfileika. Já, núna bara hendi honum hérna, ég undirbjó hann ekkert. Við erum öll með hæfileika, við erum öll með náðagjöf og okkur hefur öll verið gefið eitthvað og það er eitthvað líka sem að við höfum æft okkur í. Og mér fannst svo í gær, ég var að samkominni í gær og mér fannst það svo fallegt, ég var að hlusta á bænina í gegnum gítarinn. Og það er, ég hef svona, við erum búin að vera trúið í, já ég heiti Laufey Birgisdóttir, gaman að vera með okkur. Ég er búin að vera trúið í 30 pluss ár og það sem staðurinn sem að ég elska að vera á, það er í bæninni. Og það er svona eitthvað sem að Guð hefur gefið mér, getur maður sagt, en ég hef líka þjálfað mig í því. Ég hef svona stundað það af kappi og ég hef líka lesið og þjálfað mig í því og þess vegna elska ég bænina og þegar ég heyrði þið vera að spila í gær og þá er þetta líka og það stendur í Biblíunni að Guð þjálfar fingur okkar til stríðs. Emil, þú þekkir þetta vers líka. Að hann gerur okkur hæf á svo margan hátt, Guð, heilagur andi, að tala við fólk, biðja og spila. Og það talaði með í Biblíunni, hann þjálfar okkur til stríðs líka með þegar við erum að spila á hljóðfæri. Og það er það sem að Guð hefur gert fyrir þessa ungu menn hérna, að þeir hafa æft sig og knúið á með hljóðfærunum. Og Pétur var síðasta mánudag og hann talaði það líka frábær predikun. Og þetta er tilbeiðsla í heilagum anda sem hann hlusta á. Og þetta er gert til þess að við getum fyllt í tónlistinni, í bæninni og við erum tengt inn í anda okkar og við getum komið fram fyrir hásæti Guðs. Og við vorum að biðja á þann og hann fekk ég þessa mynd, ég fæ oft svona myndir þegar ég er að biðja. Og í Gamla testamentinu talaði það að þegar í gamla daga, þá var það að tala það að þegar þeir fóru fram að hásæti Guðs, þetta var risastórt tjald og það var bundið ökklana á æðstuprestunum. Þannig þegar þeir fóru fram fyrir hásætið, Benni var ekki fram fyrir hásætið, ekki örkinni, þegar þeir komið fram fyrir örkina, þá þarftu að vera búin að fórna áður nú komst að henni. Ég undirbjóð ekki, ég bara fekk þessa mynd á hann. Og þessna var bundið ökkla þeirra, þannig ef þeir myndir nú deyja vegna heila, út af því þeir áttu ekki að vera þarna, þeir voru óhreinir, þá dóu þeir og þá var þetta að draga það út. En út af því að Jesú gaf líf sitt og hann fór á krossinn fyrir okkur og opnaði þessa leið á milli, hann var fórnin og hann opnaði þessa leið þannig að við getum komið í Jesú nafni fram fyrir hásæti Guðs og talaði föður okkur á himni. Og eitt af því sem Guð hefur gefið okkur, það er lofgjörðin.
og við tilbýðum Guð vegna þess að hann einnig verðugur lofgjörðar okkar og tilbeiðslu. Og þar hefur sett hann tónlistafólk alltaf þegar þau voru í Gamla testamenti þá sérðu þau voru með bumbur og gíur og alls konar hljóðfæri sem ég kann ekki, enda kann ég ekki á hljóðfæri. En þetta hluti af því þegar við komum inn á samkomu það að við getum tekið þátt í þessari tónlist sem hérna og komið fram fyrir hásæti Guðs og tala við föður okkar á himni. Og það þarf ekki að binda, við þurfum ekki að stoppa alla, ég ætla að binda þetta öklan áður en ferð inn í salinn, og svo bara drögu ykkur hérna út ef að þið ekki búin að gera upp öll ykkar mál hérna, sko. En það ekki þannig í dag, vegna þess að við erum á náðartíma. Og þess vegna getum við komið hvar sem við erum, stödd í líf okkar, í tilbeiðslu, við getum lokað augunum okkur, við getum gert það núna, við getum bara lokað augunum og drottningu, við bara kem fram fyrir þig í Jesú nafni, þú getur sagt það núna. Og þú munt ekki deyja. Vegna þess að Jesú opnaði þessa leið og við getum komið í lofgjörðinni, vegna þess að við erum búin að undirbúa líka hjarta okkar að heyra Guðs orð, að heyra að við fáum sáningu. Og það talaði að við undirbúum jarðveginn okkar hérna í lofgjörðinni og þannig þegar ég tala núna að þá jarðvegurinn ykkur mjúkur. Þannig gjöfin sem þú hefur kannski, og mér fannst líka svolítið góð mynda upp á það, þessi strákar hérna, þeir eru ekki búin að lifa helgu lífi frá þau voru í bleiu. Og þeir hafa þurft að hafa fyrir því. Þeir eru búin að gera ýmislegt, klúðra á hlutunum og þið hafið allir sem eru hérna sem hafa samt leitt okkur fram fyrir hásæti Guðs, þeir hafa allir brugðist einhverjum, ekki rétt, þið hafi brugðist einhverjum og þið hefur sært ykkur, þið hefur kannski logið eða stólið eða hvað sem en svo hafið komið fram fyrir Guð og beðið Guð að fyrirgefa ykkur og það bara sama staðan og þú ert í. Þú getur komið fram fyrir Guð í kvöld, þú getur talað við hann, alveg eins og Finni sem hefur ekki átt heilat líf, en þú átt það í dag og þekkir Jesú. Þá getur þú líka gert það. Þannig að það svolítið hjá okkur að, og ég ætla að leyfa ykkur ef þið viljið, þá megið þið hætta. Þið megið líka halda áfram. Ég langar aðeins að líka tala samanburð. Við berum okkur saman og þið kannski sitið hérna í kvöld og búin að horfa, þið komið hérna kannski á mánudögum, Binni, geggjaður trommuleikari, Gunni, geggjaður trommuleikari. Og þeir eru ekki eitthvað, Gunni miklu betri en ég. Binni hugsaði ekki, ég get ekki komið og spila á trommur út í að Gunni svo frábær, að ég get ekki komið út í hann miklu betri en ég og ég ómögulegur og eitthvað svoleiðis. Og eins með Ingu, hún myndi ekkert bara Silva var svo geggjuð ég bara alltaf vera heima. Við getum alveg borið okkur saman og við gerum það svo mannlegt að bera okkur saman og við brjótum okkur niður og höldum að þurfum að vera búin að laga allt í líf okkar áður en að við komum fram fyrir Guð. Eða eins og við höfum stundum gert grín, það vona mamma sé ekki að hlusta í kvöld. Að mamma hefur stundum fengið konu til að þrífa og þá lagar hún til áður en að konan kemur að þrífa. Kannist þið þetta? Já, ekki það. Það Siggi. En það þetta svo ríkt í okkur. Að, kom ekki á samkomu ef eitthvað eða sérst eða finnst eitthvað lykt af okkur eða eitthvað svoleiðis. Eða við viljum ekki sækjum vinnu úti því að þau vilja örugglega ekki ráða mig. Þannig að maður að bera sig saman og maður ákveður og hvað þá maður fer í samfélagsmiðlana. Guð minn góður.
Hálfdan var að predika í gær, eða vilji hlusta á góða predingun í sambandi við hvernig samfélagsmiðla fara með okkur, farið þá inn á veginn og hlusta á predikuna sem var í gær. Hálfdan alveg frábær og ég var að samkomi í gær og hlusta á hans það mjög góð predikun, enda ljúfur, sannur og kærleiksríkur, alltaf. Og sama þar. Hefði ég átt að hugsa bara, ok, Óli, vill ekki bara fá Hálfdan til að predika því hann var svo góður í gær, ég er glómuleg. Þessar hugsanir geta komið, en ég er nú bara orðin svo gömul að ég er eiginlega hægt að hlusta á þetta. En þetta er svo mikið af biblíuversum. Ég get alveg farið að tala með ykkur í samfélagsmiðla, hvernig þeir fara með okkur og oft er það þannig að fólk er búið að, endurraða íbúðinni eða bara búin að mála sig, þvo sér, mála sig aftur, laga allt til og græja jakka og strauja, maður getur verið þess vegna á nærbuxunum en að myndin sé geggjuð og búin að hafa laga myndina til og klippa hana til og setja filter og svo pósta maður þessa mynd og svo horfir ykkur á þessa mynd, maður kannski horfir okkur á mynd á samfélagsmiðlum og svo bara horfir maður á stofuna sína og bara, ég ætla aldrei að bjóða fólki heim til mín. Vegna þess að það er allir með allt svo hreint og flott og stíliseraðar og í beislitum og ég er ennþá með grátt heima hjá mér. Hver vill koma í heimsókn til mín og það er grái veggir? Ég verð að hafa beislitaðar. En maður getur farið í svona algjöra vitleysu. En þannig við erum að bera okkur saman og við höfum öll heyrt þetta og svo mikið verið að tala um áhrif samfélagsmiðla. Við berum saman við besta dag einhvers og hvað þá þegar við förum að bera okkur saman við fólk er að útskrifast, kaupa íbúð, fara í ferðalag og þú bara síðast komstu á Akureyri, það lengsta sem þú komist eða eitthvað og bara En við erum líka megum ekki gleyma því að sumir eru búin að vera að safna fyrir þessar utanlandsferð með aukavinnu og í mörg ár. Eða þá leggja rosalega mikið á sig til að klára þetta nám. Og allt íþróttafólki sem við þekkjum sem að, einhverju horfa bara, akkur er hann í, þið sem þekkjum mig viti hvað ég er að segja. Akkur er hann valinn í landsliðið, ekki hinn og eitthvað svona. En það er fólk út allt sem búið að leggja rosalega mikið á sig. Þau eru búin að, ekki átt félagslíf eða útilegu með fjölskyldum út þeir eru alltaf á æfingum eða alltaf að læra eða æfa sig í einhverju og þannig þau missa svo miklu og svo sér maður myndin og maður þau eru alltaf að gera eitthvað skemmtilegt. En við vitum ekki blóðsvit og tár kannski sem eru á bakvið það. En þú ert einstök og einstakur og þú hefur hæfileika og gjafir sem að engin annar hefur og mér er svo mikið, það er mikið á góðum punktum í biblíunni fyrir þetta eins og allt annað fyrir okkur í lífinu. Það er ekkert undanskilið. Það er ekkert undanskilið í biblíunni. Hvaða mál sem þú ert að glíma við, það er í biblíunni. Og og ég er með nokkuð biblíuvers og það sem hann er að eins og í Galatabréfinu, er ég nú að reyna að samfæra menn eða Guð? Er ég að leitast að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjónn Krist. Þetta er í Galatabréfinu. Og svo er líka svona næsta við, sem er algjört eitur líka, það er öfund, afbrýðisemi, sem er alveg bara algjört eitur. Og það er oft út af því, það er ekki endilega, við sjáum eitthvað og mér langar svo að eiga eitthvað sem að tek bara Óla sinn dæmi, mér langar svo að eiga eitthvað sem að Óli á og það er ekki út af því að mér langar í eitthvað sem Óli á, heldur eitthvað sem að mig skortir, ég á það ekki og svo getur maður farið að vera öfundsjúkur út í einhvern sem að nú er ég bara ósköp venjuleg manneskja og á ekkert sérstakt, ég á ekki hús, ég á ekki raðhús og ég get ekki fara að bera mig saman við eitthvað sem að eiga á ríka foreldra og hefur aldrei þurft að þannig vinna kannski, ég get ekki verið að bera mig saman við þá mannesku, ég vil líka vera svolítið sanngjörn, hvað sjálfur mér að maður getur ekki verið að bera sér saman og vera afbrýðisamur í eitthvað sem er langt frá okkur. Þannig afbrýðisemi er algjört eitur í beinum okkar og það er talað líka um það í biblíunni að það er eitur.
maður getur orðið veikur, afbrýðisemi. Og svo bara næsta skref að maður fer að tala illa fólk og fara í baktal og jafnvel búa til út, maður svo afbrýðisamur og maður finnur einhvern og svo bara, já, út af því að henni gengur vel og bara, já, veistu það, hún algjör, ég ætla ekki að segja það, og maður fer að búa til og bæta ofana og reyna að auka við pottinn, skilji. Hann þangað til að þessi saga komin eitthvað langt út úr raunveruleikunum og maður bara byrjar að tala það og baktala fólk. Og og ég hef sagt það áður, það lífshættulegt eða það getur drepið að búa til kjaftasögur og eyðileggja mannorðs fólks með því að bæti bara út af því að maður afbrýðisamur og maður getur orðið valdur af ykkur hræðilegu. Og þetta eitt af því sem að bara í Biblíunni sem bara algjörlega, þetta bara ekki gott. Og eitt af mínum uppáhaldsbiblíuversum í Filippíbréfinu, en það líka annað rosalega gott og ég bað hann að finna biblíuversi fyrir mig. Og það Filippíbréfinu 4. Ég með fullt af biblíuversum bara með eiga blöðum mínu eftir, það mikið biblíuversum það komið upp? Biblíuversið, Filippíbréfi 4:8. Daginn var ég að tala kærleikann og þá var ég að segja ykkur frá því í Kórinthubréfinu, þá byrjar Páll að tala allt sem skiptir máli í kirkjunni. Í kirkjunni eiga að vera svona gjafir, þá er þessi funksjón, það eiga að vera þessi fólk með svona gjafir og hann mjög praktískur og svo segir hann en að lokum. Ok, ég búin að fara í gegnum mörg praktíska atriði en núna ætla ég bara að segja ykkur hvað skiptir mestu máli, það kærleikurinn og svo fyrir hann að tala kærleikann. Og í Filippíbréfinu 4:8 þá ég alltaf með lifandi orð sem aðeins önnur þýðing og hann segir að endingu systkini allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott, afspurnar, hvað sem dygð, hvað sem lofsvert, hugfesti það. Þið skulu gera þetta sem þið hafi bæði lært og numið, heyrt og séð til mín og Guð friðarins mun vera með ykkur. Þetta ekki svona nokkurn veginn það sem var. Nefn í þessari vegna þess að ég stundum pínu treg. Og ég þarf að lesa hlutina oft og stundum vil ég bara fá þetta einfalt. Í þessari lifandi orð, þá hljómar þetta svona. Vini mínir, nú fer ég að ljúka þessu bréfi, þetta Páll. Vini mínir, nú fer ég að ljúka þessu bréfi, en mér langar þá að nefna eitt enn. Venjið ykkur á að hugsa það sem satt, gott og rétt. Festið í hug ykkar hið fagra og hreina og það sem gott í fari annara. Hugsið allt það sem þið getið glaðst yfir og lofa Guð fyrir. Venjið ykkur á að gera það sem þið lærðið af mér. Það hljómar aðeins öðruvísi, en þetta bara það sama. Þannig að hann búinn að vera, þetta Filippíbréfi 4. Rosalega gott, þannig flettið upp á Filippi 4. Það líka verið að tala gleðina og uppáhaldsversið okkar Ingu Maríu allt megna ég fyrir kraft hans sem með styrkan gjöri og það á leggstinum hans pappa. Það uppáhaldsversið hans. En hann búinn að vera að segja, hann búinn að vera svolítið ákveðin í þessu bréfi og svo hann að klára bréfið og þá segir hann að endingu. Og sem þýðir það. Ok, ef þú ert ekkert búinn að vera að hlusta, þú ert búinn að vera í símónu þínu. María, það varst símónu þínu. María sá María bara, upp. Þá heyrðu allan að þetta, María. Nú bara, ég elska María, þannig ég má nota því sem dæmi. Þannig að hann að segja, ok, ef þið ekki búin að hlusta, þið búin að vera að hugsa hvað þið ætla að fá, hvort þið ætla að fá okkur ís og eftir eða við hvernig ætla að tala eða þá munið þá allan að þetta. Og svo segir hann bara að endingu systkini, allt sem satt og allt sem göfugt, rétt og hreint og allt sem elskuvert og gott, afspurnar. Hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfesti það. Og þetta skiptir máli hvað við erum að fylla hausinn okkar af. Og líka hvernig við tölum hvort annað og hvernig þú talar sjálfa þig.
Og ég skal segja það að það er til svo mikið, eitt af því, þegar ég, eins og segi, búin að vera í yfir 30 ár trúið, og ég ætla að biðja að fara ekki að segja bara, hvernig fyrir laufa þessu. Þetta er bara búið að vera rosalega töff oft á tíðum, og ég hef þurft að endurnýja hugafarið mitt, aftur og aftur, og þá tek ég biblíuvers, og ég mata mig á því. Og ég bara, lofa þú drottin sála mín og allt sem í mér er og gleymi í neinu, hvernig var þetta? Velgjörðum hans. Og ég er dýrmæt og ég skipti máli og ég er einstök sköpun. Og ég nota fullt af biblíuversum og hef þurft að gera það vegna þess að mér þótt ég vera algjörlega síðasta sort. Og eins með, já, svo margt, ég má ekki segja hvað sem er. Að það hefur oft á tíðum verið bara rosalega töff og stundum hefur bara verið á þeim stað sem að þú er kannski í kvöld. Það sem að þér finnst þú bara, allir bara hafa það rosalega gott. Það er allir að fara, ég hef aldrei farið til Tenni til dæmis. Hver hefur ekki sagt alveg, það eru bara allir á Tenni. Akkur hef ég ekki farið til Tenni. En það eru svo margir að fara og gera eitthvað sem að þér langar að gera. En veistu hvað? Það eru hluti sem þú getur sagt og gert og verið og komist upp með. Út af því að þú ert svo sem þú ert. Og Páll var í fangelsi þegar hann skrifaði þetta. Hann var í fangelsi, þetta var eitt af fangelsisbréfunum og hann tala líka það að hann vildi hann væri, auðvitað vildi hann væri og hann er að skrifa söfnunum Filippí bréf og hann segi, auðvitað langar mér að vera með ykkur. En ég líka með verkefni hérna í fangelsinu vegna þess að systkini mín í Kristi eru hér í fangelsinu líka. Þannig ég er að kenna og sinna þeim. Þannig hann var með verkefni í fangelsinu. Og hann talaði þetta frábæra vers sem er í samtíð gleðina. Sem ég var með hérna líka, Filippí 4. Kannski er ykkur sem geta bara gólað út. 4:16. Verið ávallt glöð. Nákvæmlega. Já, og þetta er eitt af þessum versum sem að þið verðið að segja stundum við ykkur og og sagt bara þú veist, ég ætla ekki að slíta hálsvæsni á. Vertu glöð, sála mín. Taktu gleðið þínu. Eða eins og ég sagði ykkur frá því þegar Inga var að læra að biðja þegar hún var lítil á leikskóla, þá bað hún svona, Jesús, og hún vildi að Jesús sem var í hjarta hennar myndi heyra í henni. Hún vildi ekki segja þetta bara eitthvað. Hún vildi að Jesús myndi heyra í henni sem var í hjartan hennar. Og stundum verður maður að segja bara við líkama sinn, bara vertu heill í Jesú nafni. Og það skiptir máli að við tölum blessun yfir okkur sjálf. Yfir vin okkar og ef við sjáum einhvern sem við erum afbrýðsum eða einhvern sem að þú sér það gengur svo vel og þú veist, Hilma var í útlöndum í síðustu viku að geggjaðri ferð. Er þetta Hilma? Þú komin ekki komin og við vorum bara akkur er Hilma í útlöndum og hvað áttum við þá að gera? Við áttum að segja bara geggjað og biðja bara drottin Guð bara ég þakka þér fyrir að Hilma færi að upplifa þessa ferð. Ég biðji drottin og hún fái að bara standa á tímamótum þar sem hún fari að hitta þig og kynnast þér og gegnubrot í líf hennar og lækningun í líf hennar og barnan hennar og heimili og ég bara bið fyrir henni í Jesú nafni, takk Jesús og þakka fyrir þeir vin okkar og jafnvel þeir sem við þekkjum ekki. Blessum fólk. Að endingu, það sem er gott og hreint og við að blessa fólk og við að taka það jákvæða og þakka fyrir. Það skiptir máli hvernig við fyllum þetta dótari uppi. En ég get sagt ykkur að mér finnst það mjög fyndið. Því eldri sem ég verð, því auðveldar að verða að loka út bullið. Ég held að þið akkurat hinsegin, en það er því að maður verð bara maður er gamall til að, þú veist, maður veit hvað tíminn er stuttur, maður verður bara að vanda það sem maður er með. Og núna að lokum ætla ég að segja það, að það er, þið kannski vita ekki öll, en bolludagur, sprengidagur, öskudagur, við vitum öll sem höfum átt börn, eða eigum börn og barnabörn,
út á hvað það gengur. Það að borða bollu og forðast saltkjöt og baunir og eru með illt í liðunum á öskudaginn þegar börnin koma að heimta nammi. En þetta í kristna kalendarinu. Þetta út af því við erum að fara inn í föstu. Þannig á mánudaginn bolludaginn þá höfum við að fita okkur. Alveg fita. Þess vegna bolludagur. Þetta heitir fettisdagur í Svíþjóð, það ekki? Já. Og svo það sprengidaginn á þriðjudaginn, þá við erum að fylla okkur af próteini og kjöti og kartöflu og grænmetum og alveg bara fylla líkamann. Og svo kemur öskudagurinn. Þá áttu ekki að fara að sníkja nammi. Þá byrjun á föstu. Og sko, ég að vinna með einni sem orthodox og einn sem kaþólik og vorum að ræða sko mismunandi og þau til dæmis þessir 40 daga fasta, þá þau trappa niður kjötið og síðan held ég önnuvikan, þá 3 daga fiskur og svo eitthvað 1 daga fiskur og síðan bara grænmeti. Þannig undirbúa þau föstuna fram á páskum. Þannig að áður við ljúkum þessu, þá ætla ég að skora á okkur að fara í svona detox, föstu. Ekki tala illum aðra í 40 daga fram á páskum. Þú hefur verkefni. Þannig þú sérð að einhverjum gengur vel. Gleðstu með þeim, fagnaði með þeim og segðu hvað jákvætt. Tungan öflugasti limurinn á líkamæðinu vegna þess að það dauð og líf hérna. Þú getur satt hræðilega hluti og þú getur líka byggt upp og blessað. Og detoxið sem ég ætla að mæla með líka á hvað ertu að horfa. Hverjum ertu að fylgja? Þú ert kannski að horfa á einhvern sem poppar upp hjá þér reglulega og þér finnst það bara alveg ég minn góður sko. En af hverju hættur þú ekki að fylgja honum með að horfa á hann? Fylgdust með einhverju sem blessun. Það alveg pakkað af kristnum, flottum leiðtogum, lofgjörðartónlistarfólki, predikurum, visku, orð og blessunum. Þannig að þetta svona hreinsaðu, ég ætla ekki að segja 3 daga eitthvað drasl og smá saman hætta í 40 daga, byrjaði bara á þessu í kvöld. Við erum ótrúlega áhrifagjöfn. Og þetta, þú veist, áhrifavaldari heita það út af því að þeir hafa áhrif á okkur, hvort sem við viljum eða ekki. Förum og hreinsum svolítið, það fasta fram á páskum. Sumir ætla að taka það í mataræðinu, en ég ætla að bjóða ykkur að vera með okkur í það að tala blessun og ef að fólk að tala illa eða baktala eða kjafta sig, þú veist, bara ekki taka þátt í. Það bara alveg ótrúlegustu hluti. Ég veit alveg svakalega hluti sjálf á mig og ég bara, wow, ég vissi ekki ég væri svona, ég gæti þetta. En svona þetta. Þannig að þetta áskorunin. Þannig að Maggi sem sér útsendinguna, hann ætlar að slökkva á útsendingunum núna og ég ætla að fara hérna niður. Takk fyrir og líka Ísafjörður. Ég ætla að færa með það niður. Nei, ekki klappa. Ég ætla að koma þetta aðeins nær til ykkar vegna þess að nú útsendingin búin. Já, ég skal ekki vera mjög nálægt.